Mikið sigur en erfið fæðing. Já, við vorum að spila varnarlega vel og hérna leggja okkur fram. En sóknarlega séð vorum við svona, undir pari. Ykkur tókst núna í kvöld enga síður að saksa forskot Keflavíkur niður í 4 stig, þannig að það er enn ljós í myrkrinu. Já, við ætlum að sækja þetta annarsætti og það er okkar barátta og við ætlum ekki að vera að spá of mikið hvað Keflavík að gera. Það er náttúrulega að koma úr þessum bikarúrslitaleik og það er henta greinilega Haukunum mjög vel. Haukarnir er búin að vinna það í 2 skipti í röð og deildin er bara þannig að þú kemur ekki með blóð á tönnunum í alla leiki þá tapar og við ætlum að gera það restina af mótinu. Deildin eins og hún er kannski óhætt að slá því föstu að þessi 4 lið sem er efst í 4 sætunum séu komin í úrslitakeppnina eða sérðu eitthvað annað í spilunum? Þetta er ekki með þessu sigri á Haukunum í kvöld og að Valsarð tapi hérna þá er ennþá möguleiki fyrir Haukana og Haukarnir eru með þannig hóp að þær eiga alveg geta sótt góða sigra. Þær eiga töluvert inni og nei, ég myndi ekki segja að það var einn öruggum en 1 eða neitt sko. Sætaskipti getur breyst alveg frá 1 til 5 myndi ég segja. En liðin þarfinn er held ég ekki séns í úrslitakeppninni. Er komin, núna þegar bikarhelginni er lokið, er komið angan að hafa úrslitakeppninni í lofti? Nei, mér finnst ekki. Ég held að það sé alveg 4 umferðir í það svona. En að sjálfsögðu þurfa allir leikmenn að gíra sig upp í það og það er á seint. Það er á seint eftir 6 vikur að segja að nú ætla ég að fara að taka mig á það. Sjálfsögðu blundar það í öllum og öll þjálfun og allt svoleiðis byggist náttúrulega upp á það. Það er ná góðum úrslitum en samt að vera í toppmálum eftir 6 vikur. Mikið voru að tala að Snæfell sé með sterkan kjarna en ekkert of breiðan hugsandi til úrslitakeppninnar, farandi inn í seríur. Ertu með nægilega breiðan hóp? Já, við erum með stelpur sem þegar þú ert að spila, þú ert kannski ekki að spila á 12 mönnum í úrslitakeppninni og við erum með unga stelpur sem eru að læra á milljón og eru bara í því að meðtaka það sem við erum að gera. Við erum með góðan kjarna, við erum með stelpur sem geta komið inn á leikst af og gefið hvíldina sem við þurfum. Þannig þurfum alltaf að vera skynsöm og reyna að halda okkur heilum. Við erum kannski með svolítið hröppur þarna innanborðs en það er bara, við þurfum að vera skynsöm.